Já, kæri hlustandi, þú ert að fara að hlusta á ársreininga þátt Pingjunar. Við vildum aðeins koma þetta inn og biðja ykkur endilega að íta á follow-hnappinn inn á veitunni sem þú ert að hlusta á. Og sömuleiðis, kannski gefa review. 5 stjörnur. Endilega. Er það möguleiki? Já, og fara aftur í skemmtilega leikinn að senda á einhvern sem þú þekkir ekki. Já, sammála því. Góða hlustun. Já, það er enn einn ársreiningaþáttur Pingjunar. Já, verið velkomin. Hvað, 3. eða 4. þáttur í seríu 3 sem að ber heitið The Winter of Working Moms. Yes, herðu. Og Ég er hættur að þátturinn í dag sé í þeim anda. já, við höldum uppteknum hætti. Já. Búnir að dreipa á þessu retail veldi, Emmett. kaupmönnunum og systrónum 3 Já. og við erum hvergi næri hættir. Nei. Því að það er komið að einni ástsælli búð. Já, ég er allan að vissum að það hlakki einhverjum. Ég held að allir kannist nú við að vera einhvern veginn á síðustu stundu í stressi fyrir jólin eða brúðkaupsveisluna og hvað er þá hendura en að hoppa bara inn í líf og list. Heyrðu, góð punktur. Ég hef nefnilega gert það. Já. Ég keypti jólagjöf handa Ég held að bara allir hefur gert það. gamla fyrir 2 árum. Já, sér það sko. Já. En já, líf og list, það er fyrirtæki þessari viku og og það er stofnað 2001. Já. Hófur rekstur í Smáralind árið 2002. Þannig að þau hafa nánast verið alveg frá opnun Smáralindar. Smáralindin er opnuð þarna í október 2001. Já. Þannig að Þau voru semst á staðnum þegar þau þarna opnuðu þetta, Smári og Lind. Nei, Ekki? þau opnað 2002. Hétu þau það ekki sem opnuðu Smári og Lind? Manstu eftir Ég þessu? veit það ekki, nei, jú, ég man eftir þessu. Ég er náttúrulega bara 8-9 ára þannig sko, en það sem að, ég er 9 og þetta er 10. október. Ég er með þetta hérna, sorry. Klukkan 10:10. Já. Steikt. Það voru Smári Páll Svavarsson og Linda Margrét. Skemmtilegt. Já, hún heit Linda þú. Já, vonandi heitir. Já, þú veist, já. Var ekki gaman ef hún hefði bara heitið Lind? Jó, hún hét Linda, já, sorry. Já, hún hét Linda. Já. Já, skemmtilegt. Það líti út fyrir að vera þetta er yfir bara krakkar. meðalgreind, Já, þannig að þau eru að hlusta á þetta hlaðvarp. Heyrðu, hvað sem því líður? Já, við viljum kannski, komum inn á það. Deep into Pingjan. Já. Þar vil landin vera. Já. Facebook síða. Þar eru hressilegar umræður öðru hverju, þannig að join the force of Pingjan. Já. Djúp Pingjuliðar. Og við byggjumst enn og aftur afsökunar til Dóra sem er með Deep into Purple, aðdáendahóp Deep Purple hér á landi. Já. Hann er búinn að vera að fá óþarlega mikla athygli núna. Já, allt fullt af einhverjum ásækningarspurningum og öðru og Herðu, þú minnist aðeins á það. Þú varst með einhverja afsökunarbeiðni úr síðasta þætti. Já. Var svona létt aðeins að dreipa á því. Sko, ég var með Þú varst að skýta í heyið. Já, og ekki fyrsta skipti. Nei, sá óábyrgi gekk fram fullu fjöri. Og þannig var það, ég djúsaði yfir mig, það var ómikill sykur í minn djús. Eins og ég svo sem kom inn á þeim þætti. Og ég var búinn að sitja sveittur yfir Cash Conversion Cycle sem við höfum mikinn áhuga á og er góðu metrik. Já, góðu metrik. En það breyti því ekki að ég gerði smá mistök. Ég tók sem sagt gamli góða Excelin þegar maður er að pikka og komin yfir sig. Að ég gleymd að gera sinnum 365. Þarna. Sem gerði það verkum að festi, hagar og samkaup og eiginlega bara allir voru stórlega yktir í Cash Conversion Cycle-unu. Bara til að leiðrétta það, þá er sem sagt þetta breyti stöðunni þannig að fyrir breytingar þá kom það þannig út sko að festi væri með neikvæða 43 daga. Sem er bara mjög gott á alþjóðavísu. Það er mjög gott. En svo er ekki, þeir eru sem sagt í mínus 9,3 dögum. Ok, núna fæ ég kannski aftur að allt, en þetta ég held sér. Ég veit ekki hvernig ég er ekki búinn að kynna mér þetta metrik, ég verð að treysta þér hérna fyrir þessu. En ég skil fangagangin á bakvið. 9,9 dögum, samköp mínus 9,1 og það er allt í lagi að vera neikvæður eins og við töluðum En þú veist, ef við tökum til samanburða þá fann ég hérna heimild fyrir að Walmart er með 7 daga meðaltali. Og Walmart er nú svolítið svona Positív á 7 daga. Já, ekki neikvæða sko.
Costco hér á landi 19 en samkvæmt erlendum upplýsingum það 1 þannig að þetta svona, þetta á reiki en þú veist, við lærum að lifa, það bara þannig. Ég fekk minn skít og ég bara kaup mér bunker í Grænlandi sem þú ætla bara að vera í. Já, segi mig hér með úr þessu hlaðvarpi. Nei, heyrðu, aftur yfir í líf og list. Já. Þetta náttúrulega, þetta fjölskyldufyrirtæki. Og eignarhaldið samkvæmt nýjasta ársreikning 2020 allt innan fjölskyldu en þar fara með stærstan hlut hjónin Áslaug Jónsdóttir og Oddur Gunnarsson með sitt hvort 27,5%. Já. Og restin af eignarhlutnum svo skipt þarna á milli 3 barna þeirra, Jón Hjörtur, María Björk og Solveig Erla og þau eru með 15% hlutdeild hvert sig. Akkurat. Þau hafa verið skráð fyrir eignarhlutnum frá 2016 fram að því þá voru hjónin bara skráð 50-50 eigendur. En varst þú með eitthvað punkt þetta fyrirtæki? Ekkert svona annað en bara ég elska þau. Nei, takk fyrir það. Solan úr túninu, hún var í Ártúnsskóla. Já, stórfínt, en allavega þau eru með þess að ég segi, búin að vera í rekstri núna í 21 ár. Í rauninni, 20. Já, með líf og list. Þau hófu rekstur 2002, þannig að þau eiga 20 ára afmæli á árinu, bara til hamingju með það. Já. En við skulum þá bara demba okkur beint í reikningin. Reksturinn, hann hófst nú svona hálfbrösulega. Það tap upp á einhverja samtals 40 milljónir fyrstu 3 rekstrar árin 2002, 2003 og 2004. Já, ég ætla svona aðeins að renni við söguna, svona dreip á henni, sko. Ok. Og en þetta eru eins og ég segi, 40 miljón krónar tap fyrstu 3 árin, 2002, 2003 og 2004. Það fasteign skráð á félagi frá upphafi. En ég hef ekki aðgang að ársreikningum aftar en 2003, en eftir svona stutta afskriftar útreikninga, þá lítur út fyrir að þau hafi keypt fasteigna í september 2002. Og þetta lítið vöruhús í Stangarhyl sem var keypt fyrir 15,2 milljónir króna. Þau skuldsetja sér slatta í byrjun og svona dálítið til skamstíma og eru komið með einhverja 57 milljónir í yfirdrátt árið 2003 og eru með skuldir við hluthafa þannig að þau eru væntanlega að leggja eitthvað út fyrir sig sjálf hjónin. Svo langtímalán upp á 55 milljónir, svo þetta hefur verið alveg hellingskostnaður í kringum að koma þessu batteri á stað greinilega. Já, heyrðu, ég ætla að reynda að skjóta inn. Já. Ég var með eitt punkt þau. Nú? Semst Oddur og Áslaug, stofnendur. Já. Glemdu þessu. Áður en þau farið líf og list. This ain't their first rodeo. Nei. Þau ráku húsgagnavöllina. Já, það svo. Og frá 1980 til að vera búin að grafa þetta. Já, og eins og ég var búin að grafa þetta, ég stenglemdi mér fannst það bara svo eðlilegt og sem sagt þau voru og eru með puttan á púlsinu mér sem húsgagna og heimilis vörutísku dáti. En voru þið búin að selja það þarna eða hvernig? Já, þau verðast að hafa verið komin út úr í kringu 2000. Það greinilegt að þú veist þetta voru einhvers konar fjármagnseigendur fyrir því að við komum nánar inn á það eftir. Já. Þú veist þau eru á lánafélaginu og svo kemur innspýting og fleira sko. Já. Við skulum En það ekki bara því að Smáralind fóru ömulega stað? Fólk var að reikin á klósettum eða það ekki? Hvað ætlar að sprauta sig? Já. Það voru einhvern tíma neonljós þarna manni. Já. En ég finnst bara eins og það verið í fyrra sem maður hætti að sjá Junkies. Já. Nei, ég að djóka. Þetta var bara harka byggið upp. Já, sammála því, jú. Og þau áttu greinilega eitthvað til að svona aðeins búta sem að pingina. Já, en þau eru náttúrulega eins og ég segi að skuldsetja sig alveg slatta í byrjun líka og þau eru komin bara í bullandi neikvæða eiginfjárstöðu með skuldahlutfall yfir 100%. En það náttúrulega bara algeng einkenni hugsjónafólk sem hlær síðar að vera bullandi skuldsett sko. Rétt. En þau liggja í lok árs 2003 á slatta byrðum rúm 60 milljónum svo þarna kemur þetta nýkeifta vöruhús líklega að góðum notum. En svo langar mig núna bara að spóla aðeins áfram. Eins og ég segi tapa fyrstu 3 árin um 40 milljónum og það í raun ekki fyrir en árið 2012 sem þau ná þessu óráðstafa eigifé aftur yfir nullið. Og fyrir þau sem eru ný og veitir ekki alveg hvað óráðstafað eigifé þá þetta bara í sinni bara sinni einföldustu mynd, skulum segja þannig, uppsafnaður hagnaður eða uppsafnað tap og ef uppsöfnuð afkoma er í mínus
þá kallast þetta í rauninni ójafnað tap, en ef uppsöfnuð afkoma plus, þá kallast þetta óráðstafað eigið fé. En þetta ár hérna 2012, þetta eiginlega fyrsta svona dundur ári hjá þeim, hagnast 32 milljónir og hér efnahagsreikningurinn komin bara á nokkuð fínan kjöl, skuldahlutfallið komið núna niður í 69% og veltufjárhlutfallið rúmlega 2, svo þau eru á góðri leið hérna. Já. Nú, næstu ár eftir eru eiginlega bara hvert öðru betra. Hérna Ítala tískan bara, þú veist, alvarlega farin að ryðja sér til rúm, sko. Eru þau með Ítala? Já, þau selja mikið af Ítala, veit ég. Já, ok. Hvort þessi umbóðsaðilega, það veit ég nú ekki, ég held að með hver sem kaupið þetta utan, sko. En þú veist, á þessum tíma, þetta greinilega orðið eitthvað trend að kíkja í líf og list upp á 2012 og í rauninni bara alla götur síðan. En ég get því miður ekki séð almennilega veltutölur fyrir en 2015 eins og einhverjir kannski hlustendur vita, ég nú bölvað því áður. Sorry, ég verða að sína, djúðlega flottir hérna, ugludiskar. Já, skemmtilegt. Kíkja á ugludiskana í líf og list. Þetta er bara fritt spons, sko. Frí auðlýsingar. Já, þeir eru með ugludiska inn á líf og list. Já, ok, sorry. Hérna, skal ég þér segja, þessar, já, eins og ég segi, veltölunar get ekki séðar, en svo þessi ár hérna 2012, 13, 14 og 15, þá hagnaður fyrirtækisins í eftirfarandi röð 32 milljónir, 42, 86 og 125 milljónir. Já, ofan á hvað veltu, cirka? Ég veit ekki, ég var að segja, ég get ekki séð veltölunar. Já, alveg rétt. En ég ætla ekki að fara að skjóta á það hérna. Nei. En hér allavega bullandi uppsveifla. Ég ætla að skjóta á þetta að hafa verið milljarður. Já, og Byrgi hendi því. Þetta er mjög óábyrgt en allavega. Nei. En eins og ég segi, hagnaður fyrirtækisins þessi ár 2012, 13, 14 og 15 á bullandi uppleið höfðu verið í, þú veist, óráðstöðu eigið fé, þess að uppsöfnuðu tapi eða í rauninu hérna ójöfnuðu tapi fram að því. En svo kemur hérna 2012, þá kaupaðu fasteign. Þau höfðu selt fyrri fasteignina tiltölulega snemma. Ég sá ekki söluverðið á því út af ársreikningarnir voru hundleiðilegir á þessum árum. Þau kaupa 2012 fasteign fyrir 10 milljónir sem einhvers konar vöruhús og svo bætaðu við sig annari fasteign í sömu götu 3 árum setna, það er að segja 2015. Það voru hvorki meira en ég minna en 98 milljónir króna í fjárfestingu. Já. Og það er 75% gírun þar. Já, 75%? Já, það er að segja lántöku fyrir þá sem eru ekki með lingóin alveg á hreinu. Þannig að þetta er braska okkar skapi. Þannig er unaköllu til og nú skal spenna bóðan. Una í bankanum. Já. Sko, en þessar fasteignir eru báðar þarna í Akralindinni og mig grunar að þetta sé svona vöruhús skástrík skrifstofur. Þetta er bara hérna hinum með við. Já, nákvæmlega. Bara rétt hjá Seðlabankanum í Kópavogi, sko. Já. Þetta er rétt hjá þér. Þetta er svona lagara neðan og skrifstofað ofan. Já, er það ekki það? Jú, það er svona formatið á þessu. Einmitt. Stórgott, en eins og ég sagði, ég seti miður ekki tekjuna fyrir 2015 og hérna... Það er svolítið lindarblæti í þeim, verið í Smáralind og Akralind. Já, það ekki? Skemmtilegt. Já, ég sé ekki tekjur fyrir 2015 og það ár var veltan tæpar 600 milljónir. Já. Þarna, sko, þau eru að greiða sér út arð í fyrsta skipti hérna á þessum árum, nána tiltekið árið 2014. Já. Þá voru það 30 milljónir. Svo 45 árið 2015. Og hér er þetta bara orðið dæmt til velgengni, skilur. Þú veist, veltan er að aukast hérna svo bara ár frá ári, alveg til ársins 2020. Reyndar er þó hagnaður að draga saman og aðal ástæðan fyrir því er svona lækkandi margína. Þau eru að leggja minna ofan á vörurnar ár frá ári, en svo er sömulegis gífulega hækkun á launakostnaði. Sko, varstu eitthvað búin að koma inn á álagninguna? Ég kem inn á hana á eftir bara fyrir árið 2020. Já. En sko, með hennar launakostnaður, hann er að fara úr 13% af tekjum hérna 2015 og upp í 20% af tekjum árið 2019. Og það er eitthvað sem segir mér að hér hafi hreinlega bara velgengnin ítt undir þessar launahækkanir. Starfsfólki, þú veist, því er ekki að fjölga hérna mikið þessi ár, fara úr 16 árið 2015 og upp í 18 2019. Og síðan svo hækkaði vísitala launa 83% á þessum 4 árum. Það er að segja, hækkun á greinum launum milli 2015 og 19 hjá Líf og List var 83%. Þannig að, þú veist, það er ekki eins og þau séu að fylgja einhverjum kjarasamningum þarna. Þetta er bara verið að hækka launin. Og ef ég ætti að spá í spilin, þá held ég að þetta sé bara
hækku laun starfsfólk í takt við mikla velgengni sko. Já. Eða ofurlaun forstjóra, maður veit ekki kannski voru toppandi bara að hækka þér, ég veit ekki. Ég held þetta sé bara þokkalega vel rekið fjölskyldufyrirtæki. Já. Ef ég man það rétt, þá eru þau eiginlega bara öll inn í rekstrinum. Já. Sko, gömul eru það en þá. Einmitt. Síðast þegar ég sá Sollu, þegar ég var að kaupa gjöfuna, þá var hún inn í búð. Já, bara starfsmannaplani. Já, skemmtileg. Þannig að hún á 15% í fyrirtækinu. Já, ég vissi það ekki. Ég hef beðið 15% afslátt, hefði ég vitað. Já, en sko, þá er það þessi ár 2015 til 19, það er svo sem lítið annað frétta, annað en bara stabíl tekjuvöxtur, hækkandi launakostnaður og minnkandi hagnaður og efnahagsreikningurinn er þó að stækka, en það eru svo sem engar sérstakar fjárfestingar til frásagna önnur en þessi fasteign handan fyrir 98 milljónir árið 2015. Og við skulum bara líta núna aðeins nánar í ársreining 2020 sem er nýjasti útgefni ársreiningur. En þá er nú til með að minna á okkar menn í Sútöp, Egill og Jössi. Skulum ekki gleyma því að vertíðinni er langt frá því að vera lokið. Akkurat. Og það eru margir að fara í brúðkaup á haustmánuðunum og nú er ekki seinna væna en að tryggja sig jakkafutt fyrir það. Já. Ég er að fara í brúðkaup í nóvember, þannig að maður fer að skottast í mælingu. Og það er náttúrulega, þetta er spurningum að mæta inn sem tabula rasa. Tabula rasa. Aukt blað. Þú leggur fyrir utan. Já. Svo labbar inn. Ég gerði það síðast þegar ég fór. Ég vissi ekkert, ég kom með einhver outfit og Jössi aðstofaði mig. Já, gekkst á hurðina. Hvað passar við þetta? Gekkst á hurðina. Nei, það var opið. Já, ok. Nei, sumir labbaði inn með lokuð augun, þá ekki að gera það þannig. Þú ert bara rétt að loka áður og gengur inn. Ég færi þarna og Jössi sagði bara, ég er með buxunda fyrir þig. Já. Og ég keypti þér og ég er með þess að í þeim núna. Já, er það þessa? Það er alveg stór glæsilegar. Þetta er Sútöp. Já, geðveikt. Þannig að Sútöp, kæra þakkir fyrir samstarfið og tryggið ykkur jakkafutt í Guðanabænum. Já. Herðu, ársreiningu 2020, skulum bara vaða beint í hann. Það er rekstrarreikningur. Byrjum þar sem fyrr. Og tekjurnar, árið 2020, þá er selt fyrir 866 milljónir sem er algjört sölumett hjá þeim. Já. Vöxtur upp á 11,8% frá 2019 og þetta hefur verið svona 7,8% söluvöxtur milli ára hjá þeim að meðaltali frá 2015 svo þau eru að gera hérna nokkuð vel á COVID-árinu. Já. Nú, kostnaðarverð seldra vara það er hérna 470 milljónir sem er 54% af tekjum félagsins og það gerir að konvertar því það er sem sagt gerir 84,4% álagningu en eins og ég nefndi hérna áðan þá hefur álagningin verið að minnka gríðarlega milli ára. Hún var í 126% árið 2015. Þannig þau eru búin að lækka verðið? Já, og hefur bara farið stiglækkandi á hverju ári síðan þá. Þetta er svona hálf einkennileg þróun því að þetta er hellingsmunur á 124% álagningu og 84%. Getur verið að þau sé einhvern veginn að taka á sig herri kostnaðar? Ég veit það sko, þetta er kannski spurning hvort það tengist eitthvað aukinni samkeppni eða... Gæti verið. Þú veist, eða hvað? Taka á sig hvað séru? Nei, þú veist, vöruverðshækkanirnar í koksinu hjá þeim. Já. Þau eru ekkert endilega hafa ekkert endilega verið að hækka verðið. Skilur þú sem að... Já, einmitt, sko, ég veit ekki. Skila sér út í lægri álagningu. Liggja þau á svakalegum byrðum sem ég kem inn á eftir og ég fór að hugsa kannski hvort að þessu bara strauja þessu út eitthvað ódýrara, þú veist, með árun. Þetta er búið að vera þokkalegu lager hjá þeim og við komum nánar eins og ég segi inn á það eftir en þetta er allavega, þú veist, þetta gæti verið eitthvað mjög obvious ástæða fyrir þeim sko, eða þú veist, augljóslega fyrir þeim en já, kannski einhverjum fleirum þarna úti en ég er allavega ekki með það ég skal ekki segja en launin eitt hérna, bara því að við erum æfa okkur í þessum samburði að henda því inn í, bara til að klára það kottum með það 84% álagning, líf og list samanburðarfélögum sem ég með er Epal Kunigund sem ég held ég hafa aldrei gengið inn í Hrím og Dúka og Dúka er svolítið hérna hidden gem það er semast önnur svona búð sem að maður heyrir ekki að mikið talað en er lítið veldi hún er þarna í Smáralindinni og Hrím er 83% álagning og Dúka 82,2%. Já, herðu, helviti er þetta svipað allt. Já, eitt hérna ætluðu við ekki einhvern veginn að koma inn á það Hrím er undir kenntölunni Krunk EHF. Jú, alveg rétt. Já, ég var með tilbúin þátt Hrím, sko. Já, sem á slaufaðir. Já, og við fórum frekar í samanburð, hérna, bárum Hrím saman við, hérna, Söstina Greni. Alveg rétt. Ég var fram að því búin að gera greiningu á Hrím, við kannski tökum það einhvern tíma við tækjum það. Ég er bara svolítið sérstakt eins og með þetta nafn, Krunk. Já. Þetta er algjört brot á NG og NK-reglunni, að þessu sé hleypt í gegn. Já.
Þetta ætti að vera Krunk, algjörlega. En ég veit svo sem ekki akkur skattur að hleypa þessi gegn. Halldór Laxness hefði nú gefið lítið fyrir þetta samt. Þú veist, það til hestamannanemnd, það til mannanafnanemnd. Ætti ekki að vera nefnd sem bannar svona stafsetningavillur í fyrirtækjarekstri. Kannski er þetta bara KRUNK. Já, sem það er. Já, ég er að segja, þú veist, kannski er þetta bara einhver skamstöfun. Einhver flippu skamstöfun, við veitum ekki. Þetta er bara svo svæsi að brjóta NG og NK. Það var pottið það sem allir hugsaðum. Já, Krunk. Varst þú að hugsa eitthvað annað? Nei. En stafsetningaperrin í mér stökka á þetta. Allavega með álagninguna, þau eru bara á pari. 84, 83, 82. Þetta er stórmagna. En þetta... Epal er bara 49%. Og Kunigund 51%. Ok. Þannig að hinn Haxin og húsmóður eru að fara að beina viðskiptum sínum að Epal eftir hennar þátt. En svo er kannski það dýrara í framleiðslu eða innkaupum, maður veit ekki. Já, það getur enda verið. Það getur verið. Kannski meira valjú, við vitum ekki. Ég skal ekki segja. Nei. En skemmtilegt. Þannig að þau þrjú séu þannig bara nokkurn veginn jöfn. Já, þetta er kannski... Þú tókst ekki söguna aftur, hvernig þú búið að þróast? Nei, ég þurfti að taka stikkpröfu. Já, einmitt. Kannski seinna. Þá eru það launin. Laun og launatind gjöld. Og herðu, já, svo getur náttúrulega fólk bara að tjekka á því sjálft. Fólk er orðið svo sjóað í þessu sem er að hlusta á okkur. Já. Það getur bara farið inn á kelduna og skráð sig í áskrift og fengi bara samanburðin. Já, leita fyrirtæki. Bara lengst aftur, sko. Þannig það er náttúrulega alveg stórmagnað og við erum náttúrulega í boði keldunar. Skoða, já. Og það er alvarlegt valjú í áskriftarpakkanum hjá þeim. Það er hægt að gera þess einmitt þennan samanburð sem þú ert að gera og svo líka Excel-skjölin. Svo sérðu líka að menn eins og við, sérstaklega ég, get gert villur þegar ég er að pikka inn. Klúðraði þarna formúlu. Já. Það er út í ég fekk þetta ekki beint frá keldunni. Já. Keldan bara prentar þetta beint í Excel-in. Já. Svo þegar ég fer að leika mér, þá er hættan. Þá kemur sá óbyrgi. Herðu, ok. Herðu, já, launin. Laun og launatind gjöld, það er 145 milljónir eða 17% tekjum. Og ef við tökum þennan stöðul sem við höfum verið að skoða áður hérna, KOX plus laun, kostnaðarverð seldra vara plus laun, þá stendur sá stöðul í 71% og hefur í raun aldrei verið hærri. Stóð í 57,7% árið 2015, sem er alltaf gífurlega öflugt, en það er kannski spurning hvort að umhverfið sé bara búið að harðna í þessum gera. Þó er 71% ekkert alls slæmt, en það, þú veist, business í bara algjörnum blóma. Má ég hendi inn? Já. Þetta er að lægsta í boði. Þetta er að lægsta sem er í boði. Og þetta er 71%. Já, og Rím og Duga 72, bara nákvæmlega í takt við hitt. Og Epal 85%. Lægsta álagning, hæst KOX plus laun. Já, skemmtilegt. En þú veist, eins og við heyrðum bara í síðasta þætti, að þú veist, ok, 71%, það er greinlega þá gott í þessum geira. Já, klálega. En eins og við heyrðum með Fjarðarkaup í síðasta þætti, þau voru með 96% KOX plus laun árið 2020 Akkurat. Og þú veist, svo það er nú náttúrulega talsvert meira svigrúm í þessu gjafavörumódeli en í matvöruverslunarbransanum, sko. Já. Að minnstakosti, en já, skemmtilegt. Og þetta KOX plus laun, sko, þetta er stórmerkilegur stuðl. Og ég ætla ekki... Er ég að spoila fyrir þér ef ég segi bara að þau eru líka með hæstu EBITDA-prósentuna? Nei, það er 12%. 12%? Já. Og Rím 8,8%, Duga 8,1%. Þannig að þau svona bera höfu og herðar í arðsemi og kannski, hvað getur við sagt, hagkvæmni. Já, það lítur út fyrir það. Já. Svo ég klári launin. Já. Skulum bara sjá hvað þau eru að borga starfsfólkinu af þessu. Sko. Hreinar launagreiðslur voru 120 milljónir og þá er ég búinn að taka út launatendugjöldin. Já. Bara hreinar launagreiðslur 120 milljónir eða við 18 ársverk gerir það 555.000 krónur á haus á mánuði sem er bara nokkuð rusnalegt. Þetta er talsverð hækkun frá 2015, þar voru meðallaunin 355.000 krónur. Já, þetta hefur aðeins tekið. Þetta er að hækka þarna 200.000 á 5 árum. Já. Sem er bara bara stórfínt. Ég sá þetta frá augum atvinnurekandans og þau eru að borga hæstu laun. Þau eru með 8 milljónir á kjaft. Ok. 18 starfsmenn. Á ári? Já, akkurat. Þar á eftir er Epal 6,3 ár, Rím 6,9. Herðu, nei, týndi þetta Kunigund. Hvaðan kemur þetta? Þau eru með 10,9 meðal launakostnað. En það eru bara 5 starfsmenn.
Sko, og ég var aðeins fletts upp. Getur verið að þetta sé inn í heimilistæki eða? Ég þekki það ekki. Nei, þetta í Kringlunni og Glerártorgi. Ég veit ekki, þetta eitthvað hidden gem, þetta Kúnigund. Þetta geggjanafn. Endilega kíkja á Kúnigund. Greinlega fín laun þar, 5 starfskildi og 10,9. Þannig að starfsfólki mun mæti eitthvað með bros á vör í Kúnigund. En hérna, já, launin bara stór fín hjá Líf og List. Ég myndi segja langt yfir meðalagi þar sem við höfum verið að skoða. Örgulega greitt eitthvað álag jólin. Djöfull held ég að sé bíla að gera það á jólunum. Hryllingur, sko. Já, skvettir í smá konjak og fer í smánum. En hérna, þá er EBITDAn. Þú varst búin að fara yfir það. Já, sorry. Hérna, hún var 104 milljónir árið 2020. Og eins og þú sagðir réttilega, gerir 12% framlegð. 11,9 held ég að sagt. Þetta sorry, þetta. Mér líður bara eins og sem að lesa saman fyrstu 8 bækurnar af Harry Potter. Og það segja mér lokin á 2. Og ég að segja hvað gerist í plottin í 3. Skilur þú? Ég bara komin aðeins fram á mér hérna. Ég ætla ekki að spoila hérna. Ekkert stress. En hérna, þetta hlutfall hérna, aðeins má sögulegt. Þetta 12% framlega hlutfall á EBITDunni. Það er þeirra lægsta hlutfall allavega á árunum 2015 til 20. Og ég eiginlega held bara frá upphafi. Nei, ég er að bulla með því. Þau hafa verið lægri náttúrulega þegar þau voru að tapa. En á þessu tímabili, 2015 til 20, þá er þetta klálega hérna þessu gullaldar tímabili Líf og List. Já, gullaldar tímabili klálega. Eða svona gullaldar tímabili hófst svona 2012-13. Já, þegar okkar kynslóð ákvaða Ítala væri töff. Og allir fóru í Líf og List. Tæmdi hillur allra hérna gjafur verslana. Akkurat. En sko, þetta EBITDA hlutfall, það hefur verið að lækka ansi hratt á milli ára og lækkar í raunum 4% stig árlega milli 2015 og 19. Og 2019 stóðu þetta í 12,8% og hérna, eins og ég segi 12% 2020. Þau voru bara í toppmálum 2015 í 169 miljón króna EBITDA eða 28,2% EBITDA framlegð. Framlegða hlutfall, þetta þýðir það sama. Svo umhverfið, það er augljóslega farið að harðna. Þrátt fyrir mjög góðan tekjuvöxt samt. Skulum ekki gleyma þau. Tekjurnar eru að vaksa að meðaltali hvað það er, 7,6% á ári. Það er kalt á toppnum. Líf og List er top of mind. Þau eru greinilega, þú veist, hafa líklegt að tekið meðvita ákvörðun að borga starfsfólki vel. Svo mjög þá er álagningin að lækka, sko. Þannig að þetta er svona athyglisvert að spá þessu. En þá er það hagnaðurinn. Hann var þrátt fyrir hækkandi útgjöld 76 milljónir króna sem er 8,8% tekjum eða 8,8% hagnaðar hlutfall. Það var svipað upp á teningum árið áður en þetta stjórni árið 2015 þá erum við að tala 125 milljónir í hreinan hagnaði. Tæplega 21% hagnaðar hlutfall. Svo hefur þetta eiginlega bara farið lækkandi síðan 114 miljón króna hagnaður 2016, 108 2017, 89 2018, 67 2019 og svo smá hækkun hérna fyrir árið 2020, 76 miljónir. Svo er að sjálfsögðu arður inn í myndinni, eins og ég nefndi hérna áðan. Þá greiddu þau sér fyrst út arð 2014, litlar 35 kúlur. Kísukúlur. Já, og vélinn hefur ekki stoppað síðan. Nei. 45 miljónir árið 2015 og svo bara stabilar 50 miljónir á hverju ári síðan þá. Já. Og það var engin undantekning þetta árið 2020 og þau hafa því samtals greitt sér út 330 miljónir arð frá 2014 og þessi ár frá 2016 þar sem þau greiða út 50 miljónir hvert ár. Þá eru þau hjónin hvort þau sé að fá 13,75 miljónir króna greiddar út og hvert barn sig 7,5 miljónir á ári. Já. Þannig að maður myndi alveg taka þessu. Sko, svo lengi sem þetta helst svona í annari kynslóð, þá hef ég engar áður. Nei, við skulum ekki fara þriðja kynslóðin fara innleiðið inn í þriðju, sko. Þegar þriðja er mætt, þá þarf aðeins að fara taka. Þetta getur orðið hættulegt í þriðju. Já, ég meina, þú veist, þetta er þægilegt, nokkuð þægilegt gegn 7,5 miljónir ári. Þetta er bara útborgun í íbúð per ár. Já. Reynda kannski ekki í þessu. Það sko vinna. Kannski ekki í þessu. Já, auðvitað er þetta að vinna, skilur, en þú veist, bara næs að vera komin. Þetta er bara sjálfbær peningavél. Já, þetta er flott. Þú veist, og já, en eins og ég segi, þú veist, íbúð ári sennilega ekki í þessu árferði, en þið getur bara rætt af við Ásgeir, ég ætla ekki að fara að töðið því hér. Getur kannski heyrt það bara í förstaskafinu. En herðu, þá er það efnahagsreikningurinn. Og við skulum hafa hann í boði Payday í dag. Já. Og fyrir ykkur sem eruð einyrkjar eða með lítinn eða meðal stóran rekstur. Að spá í eigin efnahag. Ég bara get ekki
Hætt að mæla með þessu. Já, ég get ekki. Ég lofa því hér og nú að þetta lausn sem þið vilja hafa í lífi ykkar. Payday gerir það bara hreinlega upplifun að senda reikninga. Það verður líka svo gaman að koma inn á þessa lest núna og eftir 2-3 ár geta litið tilbaka og sagt bara ég veði á réttan hest. Ég veði, fyrir tilstilli pingin. Ég veði á réttan lest. Já. En svo hefði það fór fram hjá ykkur, þá settið þú Yngvi inn link á, hvað fyrir 2-3 vikum, inn á Dýbit og Pingjana sem hættir að fá afslátt fyrstu 3 mánuðina. Akkurat, 30%. Já. Og þetta hlutað einhverju svona píramídaskím hjá okkur, að við fáum síðan einhvern afslátt líka eða ekki? Jú. Í okkar einu áskriftargjöldum. Þannig að við erum konum með svona Herbalife. Þannig að þið getið litið á það sem svo að þið séu að styrkja Pingjuna líka. Já, það hluta til, já. En við viljum bara hvetja fólk til að kíkja á þetta. Payday, kæra þakki fyrir. Nú þá dempum við okkur bara í efnahagsreikningin, eins og ég segi, byrjum þar á eignum sem að skiptast að vanda niður í fasta fjármuni og veltu fjármuni. Nú fasta fjármunir eru að mestu varlegir rekstrarfjármunir, þá eru það fasteignir og lóðir fyrir 82 milljónir, innréttingar, áhöld og búnaður fyrir 2 milljónir og svo bifreiðar og áhöld fyrir tæpar 14 milljónir. Mér finnst mjög steikt að skýra sko bifreiðar og áhöld saman. En svo eru Hvað teljast áhöld? Ég veit það ekki sko, en þetta stóð hérna. Allavega það tæpar 14 milljónir. Ég getur ráð fyrir þetta séu bara bílar. Kannski þetta stafsending og veitla hjá mér sko, ég veit ekki, ég er í öðru skjali. En allavega samtals 98 milljónir á bókfæru virði, en að sjálfsögðu búið að afskrifa þessar eignir að einhverju leiti eða nána tiltekið fyrir 67 milljónir. Fasteignina þá mest fyrir 45 milljónir, en kostnaðarverðið hérna á þessum 2 fasteignum voru 127 milljónir og eru keyptar handa 2012 og 15, en svo fasteignamatið á þessum eignum stóð árið 2020 í 228 milljónir króna samtals. Svo eitthvað er nú búið að áhersla þetta. Svo er bara langtíma skuldin nánast að fullu niðurgreidd, þannig að þau eru bara toppmáli með þessa fasteign. Nú ég var að googla hérna áhöld. Já. Og þá detti bara heimasíðuna hjá Dúka og þetta eru bara svona borðhús áhöld, skeiðar og allir þau sé að bókfæra hjá sér bíla og áhöld. Já, saman. Séu bara einhverja skeiðar og eitthvað rusl fyrir einhverja milljónir. Skeiðar með bílnum. Ostaskerar og ok, alltaf fram. Allavega, en hérna fasta fjármunir, þetta er 98 milljónir á bókfæruvirði. Dembum okkur þá yfir í veltu fjármuni, þeir standi 739 milljónir króna og þar eru byrðirnar stærstu hluti og þetta er eiginlega svona, þú veist, þetta er 302 milljónir króna af byrðum sem er náttúrulega hellingur sko. Já, þetta er svolítið miðað við tekjur, eða þú veist, fattar mig sko, ég er náttúrulega með léttan kvíð í mér að hafa glúðrað cash conversion cycle. Já. En ég held að væri alveg þess virði að velta fyrir sér hvað eiga byrðir að vera stórt hlutfall af tekjum þannig að teljist. Já, einmitt. Skilurðu? Það er kannski, þetta er náttúrulega yfirleitt alltaf miðað við kostnaðarverð seldra vara. En ef við tökum bara hérna meðalstöðu byrðana milli ára hjá þeim og deilum því í kostnaðarverð seldra vara, þá fáum við velturhraðan. Já, akkurat. Og það er 1,5. Já, hvernig læti ég? Þetta er náttúrulega bara metrikinn sem segir okkur það. Já. Akkurat. Nei, þú veist, ekki af tekjum. Nei, en ég er að hugsa velturhraðan. Ég var að hugsa velturhraðan. En þú veist, metrikinn sem ég væri til í að svona, hvað er eðlilegt byrðastaða af tekjum félaga, skilur? Ég rauninni veit það ekkert, sko. Það væri áhugavert. Bæði. En allavega, velturhraði upp á 1,5 og það þýðir að biðtími þessara byrða er 243 dagar. Já. Og þetta er ansi langur biðtími til að velta lager, sko. Þannig að það má áætla að þau stakki sér bara vel upp við hver innkaup sko. Ætli að sé að komin gámur í janúar sem þau eru bara að losa hvað í þá september eða? Ég veit það ekki sko. Síðasta falli? Ég veit það ekki. Þú veist, þetta er náttúrulega alltaf bara meðaltalsútreikningur, skilur, eitthvað selst fyrr og jari. Já, klálega. En þetta er svona heilt yfir. Og mér finnst það svona eiginlega frekar langur. Já, byttu fyrir þér. Ég skal bara stökka beint í samanburðin. Já. Því að ekki gæti nú klúðrað þessu helvíti. Nei. En sko, Dúka, sem er eiginlega bara, þú veist, þetta undur sem ég vissi ekki um. Já. Ok, sorry, ég ætla bara að segja frá því. Þeir eru að velta meira en Líf og List. Þeir eru með milljarð í veltu. Dúka. Hafðirðu heyrt um þetta? Nei. Það tala allir um Líf og List. Já, þú veist, þetta er, ég hef séð þetta í smálindinni. Ég vissi ekki að þetta héti Dúka, sko. Þeir eru með, sko, ekki nákvæmlega. Þeir eru með mjög svipaðan velturhraða. 1,8 sem þeir eru með meðalstöðu 320 í byrjun.
og það helst þetta í hendur. Já, svo hérna sko Epal 3,2 þannig að jú, þeir eru aðeins að velta þessu hraðar. Kunigund 5,6 og Hrím 2,6. Þannig að Líf og Lest er eiginlega að draga vagninn þarna en mögulega eru að gera eitthvað rétt í því að kannski í þessum bransa þá áttu bara að panta einu sinni og Já, mögulega, en þú veist og svo kannski getur þetta verið ástæða fyrir þessari lækkandi markinu sko að þau þurfa að selja þú veist eitthvað ódýra það sem ég var að velta vöngum yfir inn í byrjun sko því að birgðastaðan hefur alltaf eiginlega verið mjög rúm sko eða þú veist þannig að en hvað veit ég gaman allan að velta yfir þessu vöngum þau kannski hafa samband við okkur eða hlusta á þáttinn til að ræða þetta bara til að setja saman aftur þannig við tökum biðtíman 243 rétt hjá þér þetta kemur niður á sko 200 hjá Dúka þannig að munar alveg mánuði 1,5 og 1,8 þetta er hlutvöld sem hljómi eins og þetta séu bara Siemens-tvíburar en það eru 40 dagar á millera í biðtímanum og þannig sko Kunigund 64 dagar þannig að þau eru með biðtíma og tæpa 2 mánuði 2 mánuðir, einmitt Ok Skemmtilegt Já En hérna, já, allan að byrðirnar 302 milljónir full mikið að mínum mati þau eru með gott vöruhús allan en þar á eftir kemur handbært fé og það er 268 milljónir þannig að pingjan þeirra er nokkuð þung þrátt fyrir þessar rausnalegu arðgreiðslur ár eftir ár Já Svo er það viðskiptakröfur 162 milljónir og þú mynd nú fara yfir þennan nýja metrik okkar hérna Cash Conversion Cycle CN3 á eftir Já, akkurat En svo fannst mér merkilegt að sjá hérna fjárfestingar í verðbréfu þau keyptu í Iceland Air fyrir 3,1 milljón króna sem í árslok 2020 stóð í 5,7 milljónum og hér þykir mér ansi líklegt að þau hafi keypt í útboðinu sem var þarna í september, oktober þetta ár, 2020 sko nokkuð góð ávöxtun á þessu allana en já, þá er þetta bara svona nokkurn veginn upptalið sko Já sko í veltufjármunum þá hérna já, eignarhliðin kannski að fara yfir það hún stendur bara samtals í rúmum 837 milljónum króna og þá skulum við bara arka aðeins yfir í skuldahliðina þar má sjá að félagið er nánast langtíma skuldlaust þetta eru 4,8 milljónir sem eftir standa af húsnæðisláninu Já þau hafa verið duglega að greiða af því borguð af því einhverja 84 milljónir á árunum 2017 og 18 og nú er þetta bara orðin einhver smá stubbur þetta var, eins og ég sagði, þetta var 75% gírun af 98 miljón krónar fjárfestingu á fasteigninni og eins og ég segi, þetta er bara einhverjar hérna tæpa 5 milljónir Í dag? Já, eftir, eins og ég sagði, þau borguð 84 milljónir á árunum 2017 og 18 Það er eitthvað að hafa að byrja endurfjármagna, ringiðunnu Ef ekki endurfjármagna þetta, fasteignamat er að eitthvað Nei, nú er þetta bara fólk sem er að komast á aldur og bara stabíla, nú verða börnin með að taka við þessu sko Anton aðtofnamaður, þegar hann sér svona hann fer beint inn í þetta, endurfjármagnar húsnæði og pumpar út Pumpar Anton, byggðum að helsa honum Anton aðtofnamaður En já, þannig að það er orðið nokkuð ljóst að skuldina liggja að mestu bara í skammtíma skuldunum og þær standi í 386 milljónum króna og þar fara aðrar skammtíma skuldir hæst og standa í 189 milljónum því næst eru skuldir við hluthafa 127 milljónir króna og svo eru hérna þessar viðskiptaskuldir upp á 52 milljónir og nú tek ég eftir að viðskiptaskuldirnar eru talsvert lægri upphæð heldur en viðskiptakröfurnar þau eru að öllum líkindum með nokkuð svona slæmt cash conversion cycle rate svo ekki sem minnst á byrðirnar Já. Ég myndi halda það en þú kemur kannski nánar inn á þetta á eftir Nú, skammtíma greiðsluhæfið, það er eitthvað sem við viljum skoða það er í raun bara stórfínt veltufjárhlutfall upp á 1,91 en þar sem að veltufjármunir eru náttúrulega tróðfullir af byrðum þá verði ég að taka fyrir lausafjárhlutfalli sem er harðari mælikvarði á skammtíma greiðsluhæfið Rétt og það tekur byrðirnar út myndinni og þá erum við að fá hlutfall upp á 1,13 sem er já, nokkuð mikið fall sko en þó yfir hinu gullna viðmiði pingjunar sem er ásinn þannig að þau sleppa þetta fyrir horn Þetta skilur okkur eftir í 398 miljón króna hérna, skuldum og já, þau eru bara í nokkuð góðum málum eru hérna státa af fallegu skuldahlutfalli 47,5%. Það hefur verið að falla nokkuð
svona nokkur hratt síðustu ár sem held ég bara jákvætt því að byrjuðu í smá skuldasúpu en eins og ég sagði á hana að það eru algeng einkenni hugsjónafólks en nú eru þau búin að setla vel og bara hlæja dátt sko. Já. Þannig að ég get svo sem hent inn í þau eru í 47%, hæst fyrir í Hrím og Dúka 69% skuldahlutfall. Já, sem svo sem bara allt í lagi. Já. Kannski yngra fólk sem rekur það og þetta bara fólk sem að komast á aldur og það bara að setla. Allavega með Hrím, hún eitthvað yngri. Ég veit bara ekkert með þessa eigendur á þessu Dúka. Ég það er bara eitthvað huldufólk. Já, ég segi það nú kannski ekki, sko, en maður hafði bara aldrei heyrt þetta. Byrju, var ekki Hrím keypt af einhverjum? Nei, ég held hún ég held að við skilið eitthvað og hún held eftir Hrím. Já. Og maðurinn hennar fekk eitthvað annað. Já, ok. Ég veit ekki. Mér myndi eins og þetta hafi verið selt. Kannski var minnir eins og ég hafi séð eitthvað fréttum en já, skiptir ekki öllu máli. En bara svona lokum, þá skulum við kíkja á eigið fé félagsins. Það stendur hérna í 440 milljónum og þar er óráðstafað eigið fé stærst 394 milljónir sem bara stórglæsilegt. Það er nóg svigrúm til frekari arðgreiðsla og svo er restin í raun bara hlutafé sem var dælt inn á árdugum félagsins sko. Það er 20,5 milljón í hlutafé og svo 20 milljónir í yfirverðsreikning hlutafjár. Þannig að þetta einhverjar 40,5 milljón sem að þau setja það inn, spýta inn í formi hlutafjár. Svo náttúrulega skuldar félagi þeim einhvern pening hérna, allavega stóð á 127 milljón sýndist mér áðan. Þannig að þau alveg búin að leggja slatta pening í þetta sjálf að því verið sko. Þannig að þetta var kannski orðið hugsjónafólk löngu áður. Áður en það hló í dag. Áður en það hló inn í líf og list sko. Já. Svo segir ráku hús gagnahöllina og svona. Já. Ég með ég hendi í Hrím selt og það stendur bara þetta er maí fyrra. Tinna verður áfram Tinna í Hrím. Já. Þá var þetta eins og með myndi. Hún keypti fyrri eiginmann sinn út úr fyrirtækinu. Já, ég skilji. Stórkostlegt. Herðu, já, til að draga þetta saman. Já. Bara stórfýtur rekstur og svona frekar stabíl peningaprentvél sko. Já, allan á síðustu ár. Sleppu því að draga þetta saman og drögum því eina Dominos. Já. Hvað er þetta? Er þetta Dominos Extra eða Surprise? Já, ég er mikill extra maður og mér finnst það nokkuð beautiful model. Þetta er alveg klálega eitthvað sem að væri hægt að sitja undir extra mínus ólífur sko. Já, ég ætla að draga þetta eina Surprise. Það? Já. Þetta kom mér aðeins óvart. Ég held þetta væri bara 2 milljarða. Já, þú hélst þetta væri meira. Já. Svo er þriðjudagstilboð í dag, fáðu ykkur þriðjudagstilboð. Já. Þetta er svolítið eins og við vorum svo amazed yfir hvað Fjarðarkaup og Melabúðin gátu velt. Já. Að ég held að velti miklu minna. Já. Ég einhvern veginn held að Líf og List velti miklu meira. Já, ég get að einhverju leiti tekið undir það en þetta eru tæpa 900 milljónir, fjandinn hafið það sko. Það er drullu gott, ég er ekki að draga úr því sko. En ég einhvern veginn út af þessu yttalæði og já, fyrir jólin og annað, þetta er einhvern veginn alltaf tróðið að ég er pínu Dominos Surprise á þetta. Já, þetta sko, já, þetta er sala fyrir 2,5 milljón á dag, sko. Já, þú veist, eins og ég segi, þetta er ekkert til að kvart yfir, ég er bara pínu Dominos Surprise. Þetta er bara ein verslun. Já, við drögum þetta saman. Já, Surprise, ég skilji. En já, eins og ég segi, bara, þú veist, þetta er hugsjónafólk, stabil peningaprentvél, þetta er bara allar helstu klísjurnar sem við höfum farið í, sko. Akkurat. Sér það, þau eru búin að greiða sér út 50 milljónir í arð 5 ári röð. Þannig að já, bara stórfínt og ég bara vil óska þeim til hamingju með þetta. Já, hjartanlega til hamingju. Ætlar að fara yfir eitthvað cash conversion cycle bara að lokum? Cash conversion Við erum búin að taka nokkurn veginn samaburðina. Já, ég er búin að vera að skeita því inn í, þannig að við fáum það kannski bara feedback hvort þetta hafi sökkað. Ég meina við erum búin að covera álagninguna, veltuna, skuldahlutföllin. Það er búið að skeita öllinni nema launin bara allan fjandann sko. Nema Kitty var í appelsínugulum sokkum í síðustu viku. Hann sagði verðmati verður af dýrari kantinum. Ok, hvað er með það? Hér höfum við 7 sinnum EBITU á Líf og List. Það er 725 milljónir sem við hendum bara í svingróft verðmat í búðu Keldunar. Já, 725 kúlur. Já, þar á eftir höfum við Epal 656. Já. Dúka á 600 milljónir. Þetta Dúka-dæmi. Við þurfum, fyrir hvað stendur þetta? Hvaðan kemur þetta og hvert er þetta að fara? Ég veit ekki, það er allavega... Það er ekki ein frétt eigendur Dúka ef maður googlar þetta, sko. Já. Heyrðu, já, út af því að slóðu sig upp og eins og ég segi, náttúrulega
bara fekk mér mikinn sigur. Já. Það fór mikinn sigur í djúsin og ég reyndi að viðurkenna að ég væri á hálum í sko, en ég bara lá út af við. Sko, cash conversion cycle, eins og við tölum þá erum við að taka hérna biðtíman á byrðunum, leggja það við viðskipta kröfunar og viðskipta, nú ég aftur að klúra þessu, kröfur fyrirtækisins, eignir fyrirtækisins og draga svo frá skuldirnar. Það segja skuldar. Til þess að reyna að fá einhvern veginn úr því skorið í cash conversion cycle-inu hversu sirka marga daga þú ert bara innheimta. Já, þetta svona ákveðin tegunda, hvað kallu við þetta? Fjárstýring. Kröfustýring. Í rauninni sko. Og eins og það skemmtilegt að skoða þetta fyrir við komum nú ekki til með að skoða þetta fyrir veitingastaði. Nei. Þetta svona þessi sem að selja einhverja vörur. Þetta retail dæmi sko. Þetta algjört retail. Og náttúrulega notað í dagvöru bransanum. Nei, ég ekkert stressaður. Ég bara svona reyna að koma því snirtilega frá mér sko að þú veist, þetta á mjög vel við í dagvörunni og því lægra því betra. Og þar ertu kannski að reyna að velta mjólk og einhverjum svona dóti á sem hagkvæmastan máta. Hérna hjá Líf og List eru við dottnir í 254. Það mig grunaði það. Helvíti hátt. Þetta getur orðið hátt. Já, og þetta náttúrulega skrifast bara því að jöfnuna, sko. Ég bara hugsaði, þetta ekki gott. Þetta skrifast af því að biðtími byrða hjá með náttúrulega alveg svingróður sko. Hann alveg fáránlegur sko. Já. Bara til að setja þetta í samhengi við hina sem hérna og eitt sem í þessu, ég að taka meðalstöðu viðskipta krafna yfir árið, meðalstöðu viðskipta skulda og meðalstöðu byrða. Þannig þetta svona average á milli ára. Þetta meðaltal af lok árs 2019 og lok árs 2020. Já, þannig að dúka næstir 135 daga, eða 135, cash conversions, bara séum í dögum. Svo hérna Epal 103, Kunigund 44 og Hrím lægst 38. Já. Þannig að það eins og Hrím að gera vel. Já, það eins og hún hérna, hvað heitir hún, Tinna í Hrím. Já. Hún sé með eitthvað rétt í gangi þarna í stórkostlegt. Meðalbyrðum eða meðalstöðu byrða viðskiptakrafna og skulda. Já. Heyrðu, skemmtilegt. Verðum við þá ekki bara að leyfa Twitternum að rigna áfram yfir með skít fyrir að kóra þessu síðast og þú ert alveg á svona ég á nálu. Þú ert út á gráu svæði. Ég á nippinu. Ég verð aldrei ráðinn inn í retail. Það allavega ekki að þú fer með þessa þætti á MP3-spilarunum inn á fundin. Nei. En Nei, þetta svona. Við erum að finna upp hjólið. Já, við erum bara, þú veist, við erum að læra líka með hlustendum. Það að fallega við þetta, sko. Við erum ekkert heilagir, sko. Við líður svolítið eins og við séum að finna upp þarna fallífuna. Já, það erfitt að prófa. Hver ætlaði að vera fyrstur að prófa fallífuna, til dæmis? Já, það er einhverju alvöru. Hann stökk fram að klett. Það svolítið ég síðasta þætti, sko. Ég var að finna cash conversion cycle-ið. Ég ætlaði að testa það bara á Látrabjargi. Hvað heitir þetta á íslensku? Höfum við hugmynd um það? Nei, ekki fara þýði í beinni. Ég ætla þýði í beinni. Nei, ég veit það ekki. Það er potið til eitthvað orðið yfir þetta, sko. Nei, ég treysti mér ekki það. Ég er með netta heilaþóku, sko. Ég er búin að vera að borða svoðin kúrbít í 2 daga. Herði, áður en við hleypum þessu upp í gjörsamdarugl, þá ætlum við bara að þakka fyrir í dag. Minnum að sjálfsögðu á Deep Into Pingjan. Já. Og það er aðdáendahópur Deep Purple á Íslandi. Já, við erum komin í smá frí fram á næsta föstudag. Já. Þannig að bara reynið að njóta eins og við. Já, bara verið sæl og gleðilegt sumar.